Það ekki víða sem sauðfé ræktað eingöngu í listrænum tilgangi. Í Ketildölum við Arnarfjörð listamaðurinn Ólafur Elíasson að koma sér upp miklum sauðfjárstofn. Það hefur stundum verið kvartað yfir að nýliðun í stétt sauðfjárbænda væri ekki nægjanleg. Kannski það að breytast, en meðal þeirra sem komnir eru í þessa grein í dag listamaðurinn Ólafur Elíasson. Sauðkindin hefur fætt og klætt Íslendinga í gegnum aldirnar líkt og alkunna en hlutverk hennar enn víðtækara. Sauðfjárafurðir hafa lengi verið notaðar í ýmiss konar listsköpun. Fáir listamenn hafa þó gengið eins langt eins og Ólafur Elíasson, einn þekktasti listamaður Íslendinga í dag, en hann að koma sér upp sínum eigin sauðfjárstofni, sem telur núna 40 hausa og fóstraður hjá bændunum í Grænuhlíð í Ketildölum við Arnarfjörð. Við erum með listaverk. Gráalist. Já. Kindur listamannsins eru allar gráar, en það litur sem ekki sérlega vinsæll hjá sauðfjárbændum, enda talið torvelt að smala gráu fé. Það sést djöfulega að það vandamáli og geta verið sprækara líka. Þannig að það ýmislegt sem þarf að leggja á sig fyrir listina. Já, má segja það. Jú. Sauðfjárrækt Ólafs Elíassonar hefur spurst út meðal listunenda og að sögna bændana í Grænuhlíð þegar farin að auka eftirspurn eftir sauðfé á fæti. Eftir gráu fé. Það vil alltaf kaupa gráa kindur í dag. Við förum örugglega að fá listamenn í sauðburðinn. Það hlýtur að fara að koma að því. En ennþá hefur ekki verið upplýst hvaða listaverk grái stofninn í Grænuhlíð á eftir að taka þátt í að skapa. Við vitum það ekki, en Ólafur Elíasson á þessa kindur og við vitum ekkert hvað hann ætlar að gera. Verk í vinnslu.